það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallinn til þess að svara þeim spurningum sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann mættur til mín. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert með blöð með þér. Jú, ég með nokkra myndir sem ég prentaði át. Þetta enda frá vef Veðurstofunnar. Einmitt. Skjálftalýsunni. Segðu sem að Veðurstofan náttúrulega það var til rangan hvað þessu í gegnum Veðurstofuvefinn. Einmitt. Segðu áhorfendum hvað á þessari mynd? Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag. Já. Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mismikið eftir stöðum. En það bara brjálað að gera. Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. Þetta ekkert, svo sem ekkert óvenjulegt. Nei. Ef við förum lengra eftir í tíma þá endum við með mjög svipaða mynd. Það? Þannig að þetta ekkert sem við ætlum að láta okkur bregða við. Nei. Það dálítið mikið skjálftavirkni hann út á niður í horninu Já. Það sem sagt út á Reykjanesi. Já. Það við norður af Eldey og Tegi líka út á Eldey að boða. Einmitt. Þannig að það verður það nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni upp við Snæfellsnesi, við Grjótárvatn. Einmitt. En þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveðið tímabil sko. Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir. Það ansi mikið. Þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal kannski svona stóru strúktúra landsins. Það náttúrulega Reykjanesryggurinn, hann að koma upp neðverðinu upp á Reykjanesinu. Og svo Reykjanes gosbeltið, það liggur þarna yfir. Já. Og síðan heldur þetta áfram raun og veru það sem við þekkjum sem skjálftabeltið á Suðurlandi. Það svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu. Já. Og síðan koma smá göt þarna í þessu vestanverðinni. Það það sem að stóru gosin komu upp á sögulegum tíma svo Eldgjá og Laki. Þar mjög lítið skjálftavirkni svona dagstaglega. Einmitt. En svo tekur hún við sér aftur þegar kemur við Bárðarbungu sem og Öskju, Kröflu og síðan á Tjörnes brotabeltið. Var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Bárðarbungu? Jú, það nokkri skjálftar sko, svo það gaman að sjá sko, það ennþá töluverð skjálftavirkni. Við sjáum það kannski betur á aðra mynd sem ég get hent upp. Þessari hér sko. Það töluverð skjálftavirkni í Bárðarbungu og hún virðist vera tiltölulega svona grund. Hérna Bárðarbungan sko. Tiltölulega grund og svona að meðaltali grínri heldur 5 kilometra þó að sé nú einhverju sem tegir sig lengra niður. Svo þéttir skjálftar sem mun minni en þeir líka mjög miklu dýpi. Já. Og þeir á dýpinu svona 15-26 kilometrum. Og þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálfta í svona deigu efni þar sem þessi skjálftar eiga sér stað. Og þetta nákvæmlega sami stað þar sem kvikan var að koma upp fyrir Hólurhraunsgosið 2014-15. Og það verðist ennþá vera kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin erfitt að spá fyrir. Og svo þú sýnir okkur aftur blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði það einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talaður Austurland og þarna sem að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta svona, þarna sér maður þetta svart og hvítu þetta ekki, það ekki? Jú. Má ekki segja það? Jú, og það er náttúrulega Tröllaskaginn og það svæði tiltölulega líka en þú getur fundið fyrir stóru skjálfta þar frá Tjörnesbrotabeltinu sem sagt hérna frá en
þeir staði sem eru lengst frá allri virkni. Já. Það eru náttúrulega austfjörðir og vestfjörðir. Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum. Það er aðrar hættur þar, sko. Já, það er aðrar hættur. Og það er kannski tóldi gaman með að tala um það að vera hættur að vera með börn í Grindavík. Og þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur að vera með börn á vestfjörðum og austfjörðum ef það er stöðu snjóflóða þetta í vetrartímann? Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með þessar 3 myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem við ættum kannski að vinda okkur í eða? Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara, sko, eins og sjáum hér, þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshryggjinn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það er töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanesskaganum. Og þetta er sérst Veldeyjabúðan og hérna erum við komin nær Eldeyni, sko. Það er tiltölulega, þó að sé eitthvað skjálftavirkni, þá er sem Fagradalsfjalli og eins líka við Sundhnúka, sem þetta svæði hér sem puttin á mér er hann fyrir. Það er tiltölulega rólegt miðað við allt annað. Það er nefnilega það. Og það eru tiltölulega færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðrum stöðum á Reykjanesinu til dæmis. Og hvað lest út úr því? Það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega er búið að virkni sem er búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar það er búin að liðka fyrir þannig að það er auðveldur að hreyfa allt og þar að leiðandi ertu ekki að brjóta kannski mikið og þar að leiðandi eru skjálftarnir minni. Hinn möguleikin er líka sá og sem að þetta er kannski sér samspilið sem að tekja það bætist ofan að það er alltaf að draga úr innflæði kviku og við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá var landrisið það byrja 14 cm á mánuði. Já. Við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm. Ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði. Og núna er það undir 1 cm á mánuði. Það sem það er mest. Þetta er bara það sem landrisið er mest. 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar. Já, nei, sko, núna er landrisið sem er í gangi núna. Já, það er á ársgrundvelli ef það yrði kyrrstaða. Já. En það er komið og það dregur alltaf meira og meira úr. Já. Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttri leið sem þetta hætta. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bili? Ég er eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjós aftur. Það er nefnilega það. Ég finnst það líklega að gjós ekki. En við getum svona sem alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí. Það er nú ekki mikið skjálftavirkni hann á Grindavíkursvæðinu og landrisið sem ég segi hefur hægt verulega á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sést það líka það er til langlengsta gosbilið og það heldur alltaf áfram að lengjast og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að þetta endi bara á þennan hátt sko. Það sem væri mjög gott í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa orkunámið sem er þarna í Svartsengi. Sko. Það er nefnilega það. Þannig að þá eru við þá með fullan geimi og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum við þeim lengur. Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar. Já. Þetta er þannig. Þetta er bara, þú getur hugsað með fullan olíutang og fýringi getur gengið áfram, sko. Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla jákvæð áhrif ef þetta er komið til að vera. En náttúrulega við getum það farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar stað eins og Grindavík. Já, og svo náttúrulega kannski það sem segir okkur hér, sko, að þessi skjálftavirkni sem er búin að vera hérna, við sjórum á kannski þessa mynd aftur, kannski auðveldur að sjá það. Þessi svona aukningi skjálftavirkni hérna á Reykjaneshryggnum.
og eins líka töluverð aukning í skjálftavirkni á Krýsuvíkursvæðinu. Gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski þetta líklegustu staðinni þar sem að við fáum næstu atburði. Og hvenær gæti það orðið ykkur? Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár. Já, en eldgos í sjó náttúrulega alltaf meira áttar vesen út af öskun, ekki satt? Jú, það sko töluvert vesen ef að það sérstaklega ef það mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega hætt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur haft áhrif þá á flugumferð og og þannig valdi svona röskun á þessum flugáætlunum. Það nú kannski þess sem við ættum að mínu mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á Suðvesturhorninu. Einmitt. Hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann myndi hann vera undir öðrum hættum. Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur, Keflavíkurflugvöllur. Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á það út allt sjálfur, landsbyggðarmaðurinn. Það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera, segir hlutið þeirra, á Austurlandi, en hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú? Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa bóði. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur sennilega ég þekki ekki hvernig aðstæður eru til flugs í kringum Aðaldal. Það eru ágætar. Og það getur vel miklu betur en á Akureyri. Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel. Egilsstaðir getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokkseyri getur líka hentað vel. Já, það er ekki óskamt frá. Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar. Ég skil. Og sjálfsögð þetta ákvörðun sem mun örugglega litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að... Það eru pínlítið. Já. En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem er best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér hann var benda Tenerife með 2 alþjóðlega flugvelli. Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, það ekki, síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu ekki alltaf einhverjum díalóg við stjórnmálafólk? Jú, já og nei, svona. Það er... við ræðum saman en er ekkert reglubundið. En hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna? Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það er nú eins og með margt annað, maður reynir náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim eldvirkni, og það sem ég þekki best. Svo er náttúrulega margir aðrir þættir sem kom inn í líka. Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum og það sé opin umræðum þessar hluti. Eins og þú sagði síðast þegar þú varst hérna hjá mér, þá fannst þér skorta upp á það og þá varstu aðeins að tala um að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti. Já, það er ennþá. Það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem fyrir Alþingi og ég hef bara haft afspurðuna því, ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan er í sambandi við hvernig ábreiðast við atburðum. Þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram inn í sömu? Mér skilst að ég þór ekki að fullera með það er allavega það sem ég hef haft afspurnar. En þú myndir vilja hvað? Rifjaðu það upp? Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að Veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir ráðlegginga til almannavarna. En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tilteknu vá sem er í umræðinni og getur leita ráða hjá þeim og þeir eru óháðir Veðurstofunni. Já, einmitt. Það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt
lögum á ákvarðandi að sitja hjá lögreglustjóra Já. hvers umdæmis Já. og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvarðanir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa. Jaha. Af hverju getur ekki bara treyst Veðurstofunni fyrir þessu? Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna þeir sjálfsögður reyna að draga ályktanir eftir sinni besti getu en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðnum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísinda eða hvernig ná að bregðast við og hérna og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það er miklu peningar oft í húfi. Já. Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur ranga ákvörðun, getur kostað samfélagi mikið pening. Já. Þannig að mér finnst, þetta er svona, bara að við séum með varnagla. Einmitt. Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raun og vera að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagin. Já. Eru myndirðu segja að starfsfólk Veðurstofunnar væri einsleitt hvað varðaði menntun? Nei, ég held að það sé nú ekki sanngjarnt að segja það. Nei, meira svona mórallinn innan þess. En Veðurstofan er mjög margt undir. Já. Þeir eru með eftirlit með veðrinu, þeir eru með eftirlit með allir vá. Já. Þeir eru með jarðskjálftana með eldgosin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Já. Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna hefur þekkingu á öllum þessum mismunandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að Veðurstofan er sennilega ofálið og kannski er flóran ekki eins í einstökum greinum, vágreinum eða fagsviðum. Er kannski flóran ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa, það er ákveðin rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar frá til göttunum og hérna það er já þess að það vantar dálítið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin. Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir er í húfi þá myndir við vilja sjá þarna. Já, bara tekið eitt dæmi og menn hafa nú svo sem vita að það er ákveðin hópur sem vil meina það að skjálftahrynurnar þegar það ganga þarna norður og suður eftir að það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessi mynda þarna kvikuganga sem teygja sig marga kílómetra. Ertu það Grindavík núna? Já. Norður og suður frá það sem að upptökin byrja. Já. Og allt til að með það þetta er þeirra sína á slutin og þeirra túlkun. Það er ekki hægt að túlka þetta öðruvísi. Þetta er ekki bara einsleitt túlkun á þessu og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum. Og gefum okkur og við höfum svona sem við talað um það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á Sundhnúkaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum. Ef við segjum, gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst og fremst bara raun og veru tektónísk brot, það er ekki kvika að fara alla þessa leið. Fyrst flekarhefingar en ekki kvika. Já, meira flekarhefingar og það er ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja. Hún er ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhrinur virðast vera að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt. Bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sé miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis. Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættumatið fyrir Grindavík gjörbreytist. Já. Sko, ef þessi sviðsmynd var í rétt, þá myndi hættumatið fyrir Grindavík gjörbreytast og hérna, það er þá ekki kvika undir Grindavík. Nei. Það er þá mjög lítil hætta því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík en það hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjamarka Grindavíkur. Og þetta myndi þá þýða líka að bærinn væri raun og veru starfshæfur. Já. Og hann
það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening, stóra pening. Nú ég ekki að segja þetta sé svona, og þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega að setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast á pínlítið á, væntanlega með túlkanir. Og reyna að sjá hvort það hægt að komast að einhverju samfélagsniðurstöðu eða finna út hvort réttara. Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum, þar sem menn að gefa sér ákveðna forsendur. Og ef þær forsendur eru rangar, þá öll sviðsmyndin röng. Og það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en kannski raun, þá er það orðið mikið kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig að okkar, þess leit er ábyrgðin okkar mjög mikil. En eins og ég sé það sem leikmaður, bara gæi út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörgu öðru, þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona það sem koma bara fljótt upp í hugan. Það er óttum eitthvað holrúm þarna undir, sprungur, rennandi hraun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar. Þetta er bara svona fern sem mér kemur strax upp í hugan. Getur þetta allt saman, getur sem sagt framtíð Grindavíkur, þetta sem þú ert að nefna að hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni, hugmyndir okkar ólíkar hættur Grindavíkur? Já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þessu, það drögum ekkert úr því. Jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023. Og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa. Já, það er nóvember 2023. Já, þú ert að vísa til þess tíma. Þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað þessum tveimur sigdalum, þessu tveir sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinilega Grindavík. Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað síðan þá, en bara í miklu minna mæli. Ekki eins miklar hreyfingar. Og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er með náttúrulega að tryggja það að enginn sé að detta ofan í þessu sprungur óvart, að þá annarkvort loku í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða fyllum í þær. Og ef það er, og við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnir, og ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað. En þó að þessar sprungur sé þarna, þó að hafa verið hreyfing, þá er ekki þar með að það sé kvika þarna undir. Það er sko, ein sviðsmyndin og ein túlkunin, hún gerir ráð fyrir því, en önnur sviðsmynd, hún gerir ekki ráð fyrir því. Og þarna stangast viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn. Og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það er kvika? Já, hvernig við bregðumst við og eins og ég segi, og það getur skipt sköpum með fjármagn. Ef við sko, við vitum það alveg, ef við höfum alltaf rautt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og heitir nú brautin aftur Kringlumýrarbraut. Já. Ef þú ert alltaf með rautt ljós þar á öllum leiðum, þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira. Já. Einmitt. Þetta sem ég vil sko, og þess vegna finnst mér skynsamlegt að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialóg sko frá óháðum batteríum. Já. Það er ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu. Því að það sitja menn undir, þú áttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast. Bara það er ósérlátt, það er bara mannlegt eðli. Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum
og Já, tekur já. kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að manni finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala um það, bara mannlega eiginlega. Já, þetta er ekki, þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta er bara ósköp eðlilegt hvernig þetta gerist, sko. Já. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir bóksið, sko. Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því að eins og þú segir, það er náttúrulega brjálæðislegir hagsmunir undir. Það er líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmuni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það. Já. Og hvað áhrif hefur og þar fram til göttunum. Þetta snertur okkur öll. Við erum vísindamennir, mannlegir og restin, sko. Já, og þið voru þarna allavega 2 sem að stigu fram þarna daginn og sögðu að ykkur líkaði ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til þess að svara gagnrýniðinni. Fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanheipingum við Þorvald. Gerðist eitthvað? Nei, það er málið. Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera sko, þú veist, það horfir á þetta þannig að þetta sé einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðin fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur. Já. Það er það sem að snýst um. Já. Þetta snýst ekki um að reyna að samfæra hvað annað heldur, horfa grúndýrt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveði módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það eru mjög hættuleg vísindi ef mann gera það. Já. Þú nefndir áðan að það væri í rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna. Allt það sem hefur verið að gerast þarna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku, einmitt, jarðhiti bara eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður, ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðsmynd möguleg. Ég myndi álíta svo. Er það? Já, fyrir svæðið. Fyrir svæðið? Já, það væri, ef þetta loknaðist bara út af núna, það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið. Og finnst þið meir en 50% líkur á að Já, mér finnst það. Þetta sé að verða? Og eftir sem að tími líður, því aukast líkundan finnst mér. Því að landrisi er alltaf að hægja á sér. Jafnvel núna, sko, nú er það komið niður fyrir eins og ég sagði 1 cm eða 1 cm í mánuði þar sem það er mest. Já. En það var heldur meira í febrúar. Já. Þannig að þú veist, það er ennþá að hægja á sér. Já. Og ég hef nú sagt það líka á það og velti í fyrir mig. Þetta er nú bara, svona kannski vísindarlega vangaveltur, en ástæðan fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta geymsluhólf sem er þarna undir Svartsengi en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin er hægari. Þá er umslagið þar sem þetta er svona eins og í blöðru. Ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt, þá getur þú sprengt hann til auðvitað. En ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega, það getur þú teykt á en þá heldur umslagið lengur. Þetta endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði, þá kemur náttúrulega eldgos, en ef það stoppar innflæðið að neðan, þá er þetta búið. Og mér finnst það verið alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir? Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir. Kannski er ég bara þetta vonar ekki hjá mér, ég veit það ekki, en þetta svona les ég í þetta og þetta er sko, fólk kannski segja að þetta tekur svo langa tíma, en tímaskali náttúrunnar, hann er allt annar en okkar. Já. Og þú veist, 1 ár í jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko. Einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu rifrildi sem varð daginn það hvort ríkislögreglustjóri
hefði staðið sig að ekki, hvort í rauninni verktakarnir hefðu bara verið stjórnlausir, hefðu getað unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona, hefur einhverja skoðun á þessu. Ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gæti séð, maður gæti lesið það út úr henni að verkferlar hefðu verið óljósir og eitthvað svoleiðis, en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona, hefur eitthvað kíkt á þetta? Ég hef ekki náð að lesa alla skýrslan alla, ég er búin að vera að kenna núna með námskeið vettvángsnámskeið upp í Hreppum, þannig ég er búin að vera í Bursteili í 10 daga. Já, og það skýrslan kom hann rétt út á en ég fór þangað, þannig ég hef ekki náð að glugga neitt verulega í þetta. En ég ætla nú að setjast niður og leiða mér að lesa þetta svona í rólegheitunum yfir sumarið, sko. Já. Það sem maður hægt að segja þetta sko, það án ef og raddir reyna að gera sitt besta. Já. Ég held að það sé alveg, sko, augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhverju öðru fram. Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer ofan í sprungu. Já, og þetta menn unnuð þarna þrekvirki. Er ekki? Jú, það er engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel, bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem kom að þessu. Já. Ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það, hann hafi ekki reynt að gera sitt allra besta. Nei. En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á, við erum alltaf í viðbragði. Þess vegna ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumenterað eins og það ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera fleiri reglugerðir sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum og annað, hver veit. Og ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atburðurinn komast og þá fyrir við að gera eitthvað. Já. Við erum ekkert að undirbúa okkur. Nei. Við gerum ekki heimavinnuna. Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig þetta getur hugsanlega þróast og annað. Já. Og kannski gott dæmi það að núna verið fyrst að fara af stað með reyna að búa til hættumat fyrir mismunandi eldgosasvæði landsins. Á hverju þetta ekki löngu byrjað? Á hverju byrjuðu ekki á þessu fyrir 20, 30, 40 ára síðan? Bara maður spyr. Þá sé alltaf það er mannekla en það okkur skortir oft að mínu mati, okkur skortir oft fyrirhyggjuna. Og við erum mjög góði að redda hlutum. Já, besti heimi í því. En hitt er ekki eins gott og þetta myndi kosta okkur miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við. Já. Og til þess bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati, það er bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara Veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farin að nota sömu rannsóknaraðferðir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það er bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinilega séð að þetta virkaði betur heldur en það sem voru með fyrir. Ertu að stríða þeim núna? Já, ég er að stríða þeim aðeins. En samt sem áður, við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hlutur Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistarritgerð eins nemandi okkar og síðan höfum við gert svona áframhaldandi hættumat sérstaklega út frá svona eldgosanæmi fyrir restina af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þóldi vel saman en það er smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem Veðurstofan er með og hvor þeir eru réttari eða rángari vitum við ekkert en það væri gaman að kannski setjast niður og sjá af hverju þessi munur er, hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meira þá reyna að læra eitthvað meira af því og þessi munur raun og veru dregur úr sem sagt
sérst á Veðurstofu útgáfunni, þá dregur það dálítið úr líkum á hraunið sem það flæði átt að Reykjavík, en eykur sem sagt líkurnar á flæði til bæja eins og Hveragerðis og Grindavíkur. En í okkar mati þá er ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík, Hveragerði eða Þorlákshöfn. Það er ekki munur þar á. En þetta er mikilvægt að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út af hverju þessi munur? Er einhver ástæð sem hafa áhyggjur af honum? Skiptir það einhverju máli? Nei. Og annað og svona vinna svona skynsamlega úr þessu. En ef þú er ungu maður og værir eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðir að búa á höfuðborgarsvæðinu, væru einhverja lóðir sem þú myndir ekki kaupa út af hættu? Ég ætla ekki að hanga. Þú ætlar ekki að segja mér hvað þú hugsa? Sko, þá myndi fasteignum að falla. Já, nei, það verðum að passa hvernig við tölum og ég meina, ég hef sagt hluti sem að fóru þvert ofan í Hafnfirðinga og ég beða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en það sem við þurfum að gera sem samfélag, ekki bara vísindamennir. Við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara að verðsetja þessi svæði eftir því. Já, einmitt. En númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar. Þannig að það getur tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálft sig. Það er númer 1, 2 og 3 fyrir mér. Einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í stað þess að vera alltaf að bregðast við. Já. Og þannig að við hugsa og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til, meina, og þetta mat sem er komið út frá Veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulag á bæði Stór-Reykjavíkursvæðinu og einstík á Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta eru mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar. Þannig og það geta bæjarfulltrúar að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem þetta segir, sko. Hvert á byggðin að þróast og þar fram eftir göttunum, sko. Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Gunnar Smári sagði áðan að þú hugsaðir eins og eldfjall. Já, kannski er maður orðin svona bara mengaður af þessum drottningum sem maður er með í kringu sig, þessum eldfjöllum, sko. Það hafa svona áhrif á mann. Já, allavega skemmtilega orðað hvað sem viðvikur veruleikann. Jú, alveg rétt. Þannig kæra þakki fyrir komuna. Bara takk fyrir mig. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, þetta er rétt að byrja, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.